Seinasti parturinn af því sem við fórum yfir hérna þessi svona smá samansafn af þessu, en það allavega HTTP, Node, Web Apps almennt og öryggi. En HTTP var búið til af Tim Berners-Lee þegar hann var að brasa í að búa til HTML og þetta allt. Hann gaf út fyrstu útgáfuna 0.9 árið 91 og síðan komu útgáfur hérna 1.0 og 1.1, 96 og 99. Þetta svolítið gamalt, en þegar við erum að nota HTTP þá byggir það á TCP/IP og við erum með DNS sem Domain Name System sem að gera það verkum að við þurfum ekki að vita að hi.is á einhverju ákveðnu IP-tölu, heldur notum við bara hi.is og DNS-systemið DNS leysir úr því og við fáum aðgang að vélinni sem að tengd við það lén. Þannig að þetta svona símaskrá internetsins. HTTP Request Response Protocol í Client-Server módulinu. Þannig að við erum með einhvern client sem yfirleitt vafri, við erum með einhvern server sem yfirleitt bara einhver vefþjónn út í heimi eða einhvers staðar og við sem client gerum request, sendum það á serverinn vinnur úr því og sendir okkur eitthvað response. Svo þegar við erum að búa til þessi request og þessu response þá getum við skilgreint svona headera sem segja þá til eitthvað hvernig þessi beiðni svona metadata beiðnina sem við erum að búa til eða svarið sem við erum að fá og það svona key value per aðskilið með tvípunkt eins og svona. HTTP stöðulaust protokoll að því leyti að á milli þessara beiðna sem eru framkvæmdar, á milli þessa requesta og responsa sem að clientin og serverinn skiptast á, þá þarf serverinn ekki að geyma neinar upplýsingar. Þannig að serverinn þarf ekki að vita nákvæmlega hvaða margir eru tengdir við sig eða hvað eru búin að vera lengi tengdir eða eitthvað svoleiðis. Það bara hver beiðni hægt að líta á hana sem fyrstu beiðni. Þó náttúrulega getum við geymt stöðu, en í grunninn þetta svona sem að gera það verkum að serverar eru miklu einfaldari í útfærslu en ef þeir þurft að vita nákvæmlega allt alla sem hafa talað við sig. Til þess að eiga í samskiptum hann á milli þá þurfum við að hafa eitthvað svona URI til þess að vita í raun hvað við verið að biðja um. Og URI eitthvað sem skilgreinir einhver strengur sem skilgreinir einhverja auðlind með nafni, staðsetningu eða bæði. Þannig að það getur til dæmis verið bara hi.is eða hi.is/scripts.javascript eða .js. Þannig að það eitthvað sem við erum að sækja og við viljum nákvæmlega fá. Þá erum við bæði að skilgreina með nafni, hi.is nafnið á vefnum og hann sóttur yfir HTTP, þannig að HTTP hi.is úrið í allir sinni mynd. Svo erum við url sem bara nafnið og url sem bara staðsetningin. Svo erum við HTTP aðferðir, þannig að við erum með einhverja slóð, við ætlum að gera eitthvað request og þá ætlum við að gera einhverja request með einhverja ákveðin aðferð. Þá í byrjun allar request sem við gerum einhvern get eða post svona yfir vefinn og síðan í HTTP 1.1 bættust við fleiri aðferðir sem eru þá kannski sem eru meira notaðar þegar við að láta einhverja tölvu tala um einhverja aðra tölvu yfir HTTP. En í okkar tilfelli erum við eiginlega bara búin að nota get og post. Og þá get þannig að hún biður einhverja útgáfu af einhverja auðlind sem skilgreind með URI-inu og þetta langmest notað aðferðin. Head eins og get nema við fáum bara hausa tilbaka og post þá þegar við erum með eitthvað efni sem við erum búin að búa til og við ætlum að senda það í requestin okkar og segja kæri server, viltu taka þessa einingu og búa hana til hjá þér. Það síðan, við getum búið til þessar fyrirspurnir með því að nota form elementið og þá segjum við method attribútið á forminu, segir til hvort við ætlum að framkvæma get eða post. Og ef við gerum get, þá fer það í query string, ef við gerum það með post, þá fer það í request body, sem bara eitthvað í requestinu sem að vefþjónninn síðan tekur við. Svo eru þessar aðgerðir, það svona hugtak öryggi þeirra og þá það sagt að get örugg aðferð að því leyti að ef við gerum get request á einhvern vefþjón, þá erum við ekki og ættum ekki að vera að breyta neitt stöðu á vefþjónunum. Þannig að ég bið bara hi.is, ég fæ bara núverandi útgáfu af hi.is. Ég ekkert eitthvað að fara
breyta neitt hvernig hi.is síðan en aðrar aðgerðir eins og til dæmis post eru þar ekki, þannig ef við biðjum hi.is og með post með einhverju request body þá getum við hugsanlega verið að bæta við einhverju nýrri frétt eða eitthvað svoleiðis og ef við gerum það enn sinnum þá getum við verið að búa til enn nýjar fréttir eða hvað sem það þannig að þetta munurinn á þessu öryggi. Svo annað hugtak tengt þessu sem item potency sem það að sumar aðferðir getum við gert eins ofta við viljum en það hefur bara nákvæmlega sömu aðferð og við höfum bara gert það einu sinni. Þannig að við getum kallað því put eða delete eða get á hi.is 100 sinnum og ef við gerum það á þeim tíma sem ekki neina breytingar hafa orðið á vefnum þá munum við alltaf fá það sama tilbaka. En post, eins og þetta dæmi sem ég tók áðan, ekki item potent þar sem að fyrir hvert kall, fyrir n köll getum við verið að búa til n einingar. Og þetta svona, kannski aðeins dýpra að því ég kattaði svolítið út svona vefþjónustu pælingar en það allavega það að vita munin á post og get þegar kemur að öryggi aðgerða og að get item potent en post ekki. Það út af því að annað býr til, getur búið til aftur og aftur og aftur en hitt ekki. En síðan erum við núna sem einhver client búin að framkvæma einhver request og þá tekur vefþjónninn við og vefþjónninn gerir eitthvað áður en hann býr til responsið og svo í responsinu það fyrsta sem við fáum stöðukóðin á því hvernig requestið fór. Og þá fáum við tölu og svo einhver texta. Þannig að og þessu skipt niður í 5 flokka. 100 og eitthvað til upplýsinga, 200 og eitthvað gefur til kynna að aðgerðin tókst, 300 og eitthvað gefur til kynna að vera áfram senda okkur eitthvað og sá sem við erum áfram sendur á mun láta okkur vita hvernig síðan gekk, 400 að það sé einhver villa hjá okkur sem client og 500 að það sé einhver villa hjá serverinn. Þannig að við gerum kall, vefþjónninn krassar og við fáum 500 vill tilbaka. Við gerum eitthvað kall, við ætlum að posta einhverjum nýjum gögnum, við erum með villu í því hvaða gögnin okkar við erum með villust breytuheiti eða eitthvað svoleiðis og við fáum 400 vill tilbaka sem segir þetta ekki rétt forma hjá þér. Eða við biðjum eitthvað og við fáum 404, þetta ekki til. En síðan í HTTP þegar við ætlum að geyma stöðu, þá höfum við nokkra leiðir og við getum nota svona faldar breytur í formi með input type hidden. Við getum notað cookies og við getum sett gögn í gegnum query-streng. Það sem algengast að nota kökur. En þá það þannig að serverinn segir client, þú gerir þessa fyrirspurn, hér sendi ég header sem heitir set cookie. Þú átt þá að taka þetta cookie, geyma það hjá þér og senda það svo með hverju requesti héðan í frá. Og þessar cookies þær samanstanda af nafni og gildi, dagsetningu sem að þessi kaka renna út á hvaða slóð hún sett, á hvaða léni hún sett, hvort hún sé aðgengileg, hvort hún eigi að fara yfir HTTPS eingöngu eða líka yfir HTTP, á hún að vera örugg og á að leyfa kökunni aðeins að vera aðgengileg um HTTP eða má JavaScript kóðin að hafa aðgang á henni. Þannig að ef maður fer að útfara svona stöðugeymslu þá þarf maður að spá í þessu því að þetta getur skipt miklu máli með öryggi. Svo erum við svona session kökur sem þannig að þær eyðast í raun þegar við lokum vafranum fasta köku sem búið að skilgreina einhverja endadagsetningu á og þá hún í raun það sem allir heldur okkur logguðum inn á einhverjum vefjum. Það að við þurfum ekki alltaf að vera að skrá okkur inn á Gmail eða Facebook eða einhverja þjónustu. Það maður til dæmis athuga hvernig kakan skilgreind á uglu. Svo erum við með svona þriðja aðila kökur þar sem við erum með í raun einhver þriðja aðila sem að setja kökur á okkar client þó svo að við höfum ekki beðið það. Þannig að þetta svona auglýsingar og svona siðferðislega spurningar tengda því. Svo erum við með session, en það þegar við búum til köku sem hefur eitthvað gildi sem vísar í einhverja gagnageymslu á servernum. Þannig að við erum ekki að fara að geyma fullt af gögnum í kúkinu, við erum bara að fara að geyma, ég notandi XYZ, þá veit clientinn getur flett mér upp einhvers staðar og getur birt mér já, þú heitir Óli, já, hérna mynda þér og svona. Þannig að þá erum við ekki að geyma gögnin í kökunni, þetta bara vísum. Svo erum við caching, en caching í HTTP verður mjög mikilvægt þegar við erum með stærri vefi, þar sem við segjum í raun hvernig clientinn á að geyma gögn, bara til þess að clientinn alltaf vera að sækja
JavaScript skrána okkar, eða erum við að segja að hann megi bara sækja hann á x daga fresti eða klukktíma fresti og svo framvegis. Og það bæði vafrarnir sem kassa, svo getum við sett upp svona proxya sem að kassa þá fyrir marga notendur á einhverjum einum stað, eða svona gateway cache eða reverse proxy sem þá svona cache sem sett fyrir framan vefþjóna og getur hjálpað okkur við það að skala vefinn okkar. Svo erum við HTTPS sem þá þegar við sendum HTTP ekki í plain text yfir TCP/IP, heldur notum við dulkóðun og public-private lykla og skilríki. Svo í raun þessi grunnhugmynd hérna sem svona þegar við erum búin að skoða þetta HTTP og fórum að skoða bakenda, var það að framendi, það hugtak það þegar við erum með HTML, CSS og JavaScript sem að vafri birtir, og bakendi þegar við erum með einhvern vefþjón sem að serverinn sem tekur við requestinu okkar í HTTP og útbýr response og sendir það tilbaka. Og svo þetta full stack þegar þið eru svona forritarar sem kunnið alla leiðina upp og niður. Þannig að þetta hérna flott mynd. Ok, eins og mjög tekur lengur tíminn hélt, þannig að ég ætla að spýta ennþá meira í lófana og fara yfir Node.js, þetta svona frekar ferskt í minni. En Node.js ekki forritunarmál, það nota JavaScript sem forritunarmál og í raun plattform sem við getum nýtt okkur, og svona það sem að fólk mjög áhugasamt þessi samlegar áhrif. Við erum með eitt forritunarmál bæði fyrir framenda og bakenda. En þetta samt sem áður alls ekki sama keisluumhverfið. Við keyrum ekki jQuery í Node.js og við keyrum ekki Express í Vavra. Þannig að þó svo þetta deili saman forritunarmálinu, þá þetta alls ekki sama keisluumhverfið. Node.js ekki svona framework, en getur verið notað til að búa þannig til. Node atburðardrifið, og það erfitt að skrifa það ekki þannig að það keyrir bara í einum þræði og við fáum þessi callback sem við erum alltaf að senda á milli, og þá sérstaklega þegar við erum búin að vinna með Express, þess að ef við hafið verið að kalla í gagnagrunn og ekki gert í raun eitthvað í callbackinu þegar við erum búin að kalla í gagnagrunnin, þá birtist ekki neitt hjá okkur, út af því að þið þurfum að setja svona ólínulega saman. Og það keyrir í einum prósess, og ef við erum síðan með kóða sem hagast ekki vel, þá getum við farið að blokka kóðan okkar, og við erum með nota svona event loopu til að sjá þetta bókhald sem við síðan sjáum ekki, en svo lengi sem það eitthvað á event loopinni þá keyrir Node. Þannig til dæmis þegar við kveikið á Express server, þá endalaust Express alltaf að spíða eftir tengingum, þannig að það stoppar aldrei þráðurinn þar, heldur keyrir hann bara áfram, því það alltaf eitthvað á event loopinni sem að athuga hvort þessi nýtt request. Þannig að þá þessi event queue hérna sem haldið utanum, sendir á event loopin, gerir hlutin sem blokkandi í öðrum þræði og skilar síðan upplýsingunum tilbaka í forritið okkar. En til þess að gera það, þá notað þessi callback, og þau það þannig að við fáum einhverja villu, og ef að villan falsy, þá átti sér ekki stað villa og við fáum einhver gögn. Og þetta notum við fyrir svona ósamfasa aðgerðir, og við notum þetta, og í raun það sem ég ítti svona á ykkur að gera var að nota í raun ekki svona callback struktúr, heldur svona promise struktúr, af því það er miklu þægilega að vinna með hann, af því við þurfum ekki alltaf að vera að búa til þessi föll inn í föllum og fáum svona callback hell. En svo erum við með möguleika líka í Node.js að búa til modula úr forritunum okkar, og þá erum við að nota þetta að við viljum ekki vera að skrifa eitthvað risastórt forrit í einu skjali, heldur viljum við skipta því niður í eitthvað svona búta sem auðveldar að rökra eða svona hugsum og hjálpar okkur með flækjustigið. Þá getum við náði módula með npm og við getum skrifað okkar eigin. Síðan skoðum við aðeins hvernig við getum sett upp svona sjálfvirkar prófanir, svona unit test í Node, og það þá til þess að losna undan því að vera að gera einhver test handvirkt. Við látum tölvuna vinna fyrir okkur, það það sem við erum góða til. Og svo keyrum við þetta aftur og getum jafnvel sett upp flæðið þar sem við erum í raun að skrifa einhvern forritskoða, vistum, sjáum strax hvort að testur okkar keyri eða ekki. Og það alveg, þegar maður komin á þann stað, það mjög gaman. Það að við vorum að skrifa svona unit test, þar sem við erum að skrifa fyrir einn hlut í einu, og það óháð, það engin skiptir ekki máli í hvað röður kerð,
og ef við keyrum með ensinum þá ættum við alltaf að skila sömu niðurstöðunum og þau hefur að vera hröð og þá getum við notað svona mock til þess að fjarlægja út þjónustur og svona sem við erum að kalla í. Svo notum við test harness sem heitir Mocha til þess að keyra þessi unit test þegar við með forritinu okkar og taka saman niðurstöðuna og láta okkur vita. Svo erum við með svona behavior driven development þar sem við erum að vinna eins og TDD sem test driven development að það að skrifa test og láta það vera í raun forskriftina fyrir kóðunum sem við skrifa. Þannig að við skrifum eitthvað, svona vil ég að forritið mitt virki og svo skrifa ég kóðan til að láta það virka og svo rinse and repeat. Svo code coverage, þetta hugmyndum það þegar við búin að skrifa svona unit test, hversu mikið af kóðunum okkar í raun og veru covered af þeim og hversu mikið ekki covered af þeim. Þá svona í raun að hækka töluna sem covered en ekki vera alltaf kannski skrifa saman prófið fyrir sama kóðan aftur og aftur og aftur. Svo settum við web framework fyrir Node sem heitir Express. Það svona tiltölulega smátt í sniðum. Við getum skilgreint route í því sem þá við fáum einhvern applut og þá getum við sagt til fyrir einhver ákveðna method sem þá get eða post í okkar tilfellum flestum. Fyrir eitthvað ákveðið URI keyrum við eitthvað ákveðið fall. Þannig að bindum við okkur, búum við til eitthvað URI skema sem að síðan mappast yfir í forritið okkar. Svo hægt að setja líka upp svona middleware í Express sem þá svona eins og plugin og þá hafa þau aðgang að requestinu sem kom inn frá clientnum og getur skrifað í response hlutan sem fer síðan út. Þannig að þetta getur keyrt eitthvað kóða, breytt rekka eða res og það getur jafnvel endað, það kemur upp eitthvað villu, endað þessar samskiptin og til dæmis það middleware sem það mikilvægt sem við höfum notað ekki request body, body parser sem leyfir það okkur þá að vera að taka gögnin úr posti sem kemur, post method og gefa okkur aðgang að því í request.body. Ok, svo í raun þetta bara það sem við vorum að fara yfir hérna í seinustu viku, webforrit, hvað þau eru frábær og hvað þau eru snjöll að vera að læra webforritin og þegar þið eru núna búin að læra þetta rétt, búin að snerta yfirborðið, vitið svona samt hvernig landið liggur og svona og ætlaði að fara að skrifa ykkur eigin webforrit, þá það ákveðurinn hvaða forritunarumhverfi þið ætla að nota og hvaða framework þið ætla að nota bakenda og á framenda. Svo MFC eitthvað sem margt oft í þessum bakenda frameworkum. Þá þetta Model View Controller sem leyfir okkur að splitta upp virkninni þannig að það sé auðveldara fyrir okkur að hugsa hana. Við erum með routing sem við vorum að fara yfir fyrir Express, eitthvað sem hjálpar okkur við að mappa URL-struktúrun okkar yfir í forritinu okkar og við erum oft með templating eins og við hefum líka kynnst með Pug eða einhverjum öðrum template-málum. Þá það þannig að við getum blanda saman einhverjum forritskóða við einhver gögn og búið til eitthvað template sem þá HTML. Þannig að í staðinn fyrir að vera að reyna að búa til eitthvað svona string manipulata einhvern registrón streng sem verður HTML okkar, þá notum við svona template-mál. Svo erum við með keislu umhverfið í raun þegar við erum komið eitthvað svakalegt verkefni sem að breyta heiminum, þá hvernig ætlum við að keyra það, þá fer svona kassing og þetta sem við svona rétt snerti á og skipta meira máli. Og svo í loki var það öryggið sem var í raun bara þetta að fullt af vondum aðilum þannig úti sem vilja skemma hlutunum fyrir okkur, það er skemmtilegt. Og þá í raun OWASP þar sem við ætlum að byrja þegar við erum að skrifa eitthvað webforrit, við ætlum að byrja þar og athuga hvort við séum ekki örugglega að uppfylla ef við séum ekki að lenda í þeim atriðum sem á þessum lista. Og þá svona sér í lagi cross-site scripting sem við tókum svona praktískt með því að vera að setja eitthvað svona JavaScript kóða sem að keyrir á clientnum án þess að hann hafi nokkuð með beðið það eða við sem einhver server ætluðum að það myndi gerast og að injection, að það sé í raun verið að senda eitthvað sem á ekki að fara í gagnagrunnin okkar í flestum tilfellum. Og svo bara þessu svona almennt að hugsa öryggi, vera skeptísk og fá öryggisúttekt og eitthvað svona. Og svo endum við alveg í blálokinu í seinustu viku að fjalla aðeins HTTPS og skilríki
hvernig í raun traust uppsett á vefnum. Og þar með lýkur þessari upprifjun.